Mér sýnist reyndar vanta hér inn á brautina Birnu Varðadóttur F-ing sem og ég held ég veru Sigurðardóttur Íring. Ég sé þær ekki þarna en hérna sjáum hins vegar aldursforsetan Fríðrún. Hún verður fertug í febrúar ef maður rétt og hefur raunverulega enst ótrúlega lengi í þessum vegalengdum. Já, þessar yngri stelpur virðast ekkert ná henni þegar Hólminn komið í þessum keppnum. Nei, eins og í fyrra sumar þá gerðist það að Fríða var ekki valin í landsliðið í svona sínum greinum og svona menn held hún væri farin að dala eitthvað aðeins og hún svaraði þínu bara hreinlega með því að hlaupa hraðar nokkru sinni fyrr og verða Íslandsmeistari og veit ég hvað. Svona nokkru sinni fyrir síðasta ári. Þær eru að hlaupa Fríða, svo ljósar það hérna lengst til hægri í myndinu og við hliðina henni er Ardís frá Fjölni, Rauðar. Svo fyrir svona Skúladóttir þar og eftir, á hún ekki eiga meira inn í þessu? Jú, Íris reyndar, sko, hún var eins og fyrir 2-3 árum síðan 9. heimsmeistaramóti unglinga en hún meiddist síðan og hefur átt í miklum erfiðleikum með að ná sér upp úr þeim meiðslum. En klárlega sem sagt takist henni að komast aftur í fyrra form mikið efni sem og reyndar stúlkan fyrir aftan hana en það er hún Aníta Hinriksdóttir. Hún er fædd 1996. Aníta Hinriksdóttir er dóttir Bryndísar Ernsdóttur sem er systir Mörtu Ernst og Sveins Ernssonar þannig að það eru margir langhlauparar sem standa að henni eða eru skyldir henni. En við sjáum strax að Fríða er búin að mynda hérna einhvers staðar 5-6 metra gat á stúlkurnar, meir en það og þetta finnst mér óþarflega mikið svona í upphafi hlaups. Það er eiga fylgjenni betur í upphafi. Það er eiga alveg að þola það þannig að þetta virðist nú bara alltaf verða spurning það hversu hratt Fríða hleypur en ekki og svo bara það sýnist mér þriðja sæti. Mér sýnist Ardís eru nokkuð örugg í öðru en ég hefði svona vilja sjá þær fylgjenni aðeins betur. Hún bætir bara í fórskotið eða eitthvað er þetta kannski bara reynslan gegn reynsluleysinu? Já, ég veit ekki. Hún er búin að vera svona æfingum vetur býsna spræk þannig að hún náttúrulega er að færast upp flokknum og öldungamótunum þannig að kemst inn á yngsta ári á flokknu 40-44 eða hvað það heit. Nei, býtu, alltaf sem keppt. Jú, það er 40-44. Ég held að maður skipti flokk á 5 ára festi og þá er hún yngst í flokki og það getur orðið Evrópu heimsmeistari í sumar, maður veit það ekki. Gaman að fylgjast með því. En þá er það Bjarki í síðustu tilrauninni í stönginni og hann er að biðja stuðning og það er 4.66 og við fáum bara meira 1500 hlaupinu og eftir. Það er bara hörku spennandi keppni í því, annað og þriðja sæti en Fríða er fyrst en hér kemur Bjarki. Og nú fáum við vonandi að sjá hann setja Íslandsmet unglinga hér. Bjarki Gíslason, UFA, kemur á fleygiferð og hann fer upp og Bjarki, nei, ekki tókst það núna en engar síður sigurvegari í stangarstökki Bjarki Gíslason, UFA, klóra sér í kollinum. Sjá. Kannski þurft að vakna þess fyrir í morgun? Það er spurning. Þeir finnst gott að sofa þessum ungu drengjum. Þetta eru eignast börn sem vekja klukkan 6:30 og þá læra þeir gildi þess að fara snemma að sofa, sko. En þetta samt sem áður lofar mjög góðu veturunum. Það væri gaman að fá annað svona alþjóðlegt mót í byrjun mars. Þetta er svolítið snemmt á keppnistíðanbyrjun en engar síður mjög gaman að hefja það með svona móti. Myndir þú fá fleiri erlenda keppindur? Já, sko, það er hægt að fá erlenda keppindur inn með svona í upphafi móts fyrir tíðanbili í Evrópu og svo í lok tíðanbilsins í Evrópu. Það er erfitt kannski að fá það á miðju tíðanbili, það er öll stórumótin í Evrópu en ég held að sé hægt að fá það bæði á undan og eftir líka því að menn hafa gaman að því að koma til Íslands. Fríða verðist vera orðin pínu þreytt en hún heldur samt. Já, virkilega góður í forystu en það er nú aðeins breyst röðin á þeim. Jú, hún er við 30-40 metra en það er Björg Herrup Olsen, færeyingur sem er komin í annað sætið og er komin eina 5-10 metra undan Ardísi. Þannig að færeyingurinn er að hlaupa mjög létt. Ardís fylgir í hugmáttu eftir og Aníta Hinriksdóttir fjórða. Fríða aðeins farin að líta við. En það er nú ekki mikið eftir af þessu hlaupi. Ég trú að séu 200 metrar. Sjáum þeirra bjallar hringir og þeirra hringur er eftir. Jú, það eru 200 metrar eftir, 4.01 þegar Fríða á hring eftir. Þetta verður undir 4.40, aldeilis prýðilegur tími á Fríðu. En sjáu þið ferðina á Björg Herrup Olsen. Hún saxar verulega á forskot Fríðu. Það er 100 metrar eftir á Fríðu og Fríður orðin stíf. Og hér kemur Björg Herrup Olsen, ég get svarið að hún nær Fríðu. Virðist Fríða að tapa þessu?
hún heldur betur í, hún veit af henni, forskoti orðið 5 metrar, tekst Fríða að halda þetta út, áfram Fríða segir ég hér og hér kemur Björk Ketilsson og sækir henni sjálfhaldinu, nokkra metrar eftir og það er Björk Ketilsson sem tekur hann á línunni, fyrsta sæti til Færeyja, annað sæti til Íslands og í þriðja sæti var Arndís sannarlega vel gert í þessari ungu færeysku stúlku, fædd 1991.